Komið þið sæl, kæri hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 7. febrúar 2026 og Bitcoin í $67.213 og hjá mér sestur Björn Harðarsson. Vertu blessaði Björn. Já, blessaður sæl. Þetta verður svakalegur þáttur. Margt að ræða. Já. Og í dag sko ég minnist þess ekki að hafa séð þá tölu nokkuð tímann. Fear and Greed í 5. Vá. Mun klálega uppfærast þessi þáttur eru birtur á morgun, þá verður þetta því það svona svolítið bounce í gangi núna á öllu. Þannig að hann mun örugglega fara í 10 eða eitthvað aftur en enga síður. Tala, sko. 5 það má vel vera að hafi gert 2022. Ég man það samt ekki, ég minnist þess ekki. Ég vil byrja á að segja hvað mér þykir leitt að það hafi ekki verið þáttur fyrir viku. Við höfum margsinnis tekið upp þætti þegar við höfum verið frekar slappir. En ég bara búin að vera með lúnabólgu og ég bókstaflega hefði ekki getað ég fór ekki út úr húsi sko. Ég hefði bara ekki getað Okay. og til að gera enn verra svona, mér leið svo einstaklega illa að því að voru svo svakalega hrottalega lækkanir í gangi og svo maður no show sko, þú veist á Já. the hour of need eitthvað einn. Fyrir vikið, sko, síðan við vorum innan síðast, þá bara, þú veist, ég held að þegar við vorum innan síðast, þá vorum við örugglega í $89,000. Já, þú veist, eitthvað 80 og eitthvað sko. Já, það var allan 89 fyrir 2 vikum síðan. Já, einmitt. Þetta bara búið að vera, þú veist, það núna engum blöðum lengur það að fletta, að það bara skollin á bjarnamarkaður, hann hrottalegur eins og alltaf, hversu lengi hann verður, hvað hann botnar, við vitum það ekki, en ég ætla samt bara að fá að segja að ef við miðum bara við söguna, ef þetta í alvörinni bara það sem við erum að horfa á, sem bara því miður, hann sem allt bendir til að þetta sé bara þessi 4 ára hringrás eitthvað einn, þó að það sé svona alltaf einhverju smá núansar í hvert sinn. Já. Og veist, þessi tegði sig hans lengur, byrjaði hans fyrr, sem gera verkum að hann var orðinn mjög sannfærður að þetta fyrirbæri ætti ekki lengur við. En ef við miðum við það, þá ættum við að vera að horfa upp á svona 12 til 18 mánaða bjarnamarkað og við ættum að vera að fara niður í, sko, ef við miðum við það toppar á 126, síðast var droppið 77%, það var alltaf að lækka aðeins hlutfallslega, en þú veist, þá ættu að vera að horfa á Bitcoin fara niður í 30.000, sko. Þá ég bara að segja með við það. Og þú veist, það svo sem ágætt að veltist aðeins upp, sko. Þetta tímalengdinni, tölunni og svo framvegis, sko. Þetta rétt hjá þér með tímalengdinni, þú veist, þá hérna, ef við miðum allan við þessa svona markaði síðustu 2 markað á undan, þá erum við að tala sko að bjarnamarkaðurinn hætti í svona október til desember. En sko ef við miðum við lengra aftur í tíma sem ég veit ekki hvort það sé alveg að marka, þá erum við kannski svona í júlí, sko. En svo, þú veist, svona alls konar hliðar á þessu, þú veist, þarna, ég var að hlusta á Matt Hogan sem að mér svona, hann var að gera eitthvað svona skýrslu sem að mér svona áhugaverð pælingar, þannig að svona, þú veist, ég ekki að segja eitthvað til í þessu, en hann var með svona áhugaverða kenningu að við séum rauninni þrátt fyrir all time high í október, þá séu rauninni búin að vera í hérna svona kryptovetri síðan í janúar 2025. Og hann segir það sem að, og þú getur bara skoðað rauninni öll krypto hvernig það búið að vera, eins og við höfum oft talað að varða aldrei neitt búlmarkaður í svona flestu krypto og hann segir rauninni sko að það má eiginlega segja að það sem að komi veg fyrir að við sæjum það rauninni kaupallarsjóðir og þessi svo kallar data og sérstaklega kaupallarsjóðir, sko. Þannig að þú veist fyrir utan það sem að Býtu, af hverju? Að þú veist það var svo mikið eftirspurning í kaupallarsjóðum
á þessu 2025 framan af allavega og hefur það ekki verið og bara, þú veist, markaðurinn hefði bara verið bara sama fólki hefur alltaf verið í markaðunum, þá hefðu við verið vetri. Þú ert talað komið í veg fyrir þetta hefði vorið enn verra, enn meira lækkanir og Bitcoin hefði lækkað enn meira ég skil. Já, og hann segir rauninni sko, rauninni er hægt að segja það að þú veist þær myndir sem voru ekki með kaupallarsjóð og framan að vera bara 2 myndir í Ethereum og Bitcoin það voru bara verið í bjarnamarkaði. Já, þetta reyndar hljómar ekkert svo galið sko og rímar ágætlega við. Ég ætla svo sem ekki að segja það þýði þá að við ættum að enda bjarnamarkaðin í, þú veist, ef við verum að reikna út frá því, þá ættum við að enda bjarnamarkaðin núna í febrúar, mars, apríl. Það er svo sem erfitt að segja, en svo er þetta svo margt, eins og við höfum svo sem talaði lengi, það er svo margt sem er erfitt að spá fyrir það. Þú varst að segja tölur, þá varst að miða við prósentur. En ok, ég minna, þú veist, sumur hefðu sagt að við ættum ekki að fara þegar við erum komin virkilega inn í bjarnamarkaðin þá ættum við ekki að fara undir all time high í síðasta búlurinni. Og við erum undir því núna. Það er 60,9 69,4. Já, og þannig að við erum búin að brjóta það. Við fórum í nótt rétt dippuðum við undir $60,000. Já, pældi því. 69,8. Ég held að það var unreal að sjá þetta og Solana fór í $68. Já. Þú veist. Og það sem ég veist áhugavert, ég held að við erum talaðið eitthvað maður daginn, að þú veist, ef við miðum við, þú veist, þarna svona einhverjar tölur, þá voru menn að velta fyrir sér að þeim geti botnaði 65 og svo voru menn að miða við þetta 200 vikna moving average svo þá var það þegar ég skoðaði daginn það var 56, ég held að það sé 58 núna $58 Bitcoin, 200 vikna moving average, já. En það sem ég finnst nánast fórum í það, sko. Já, og það sem ég finnst eiginlega, sko, svona brútal við þetta, að því að við miðum við þessa tímalengt sem að þú ert að tala sko, næsta haust, að þá svona þú veist, þá erum við að tala sko bara 4 mánuðum inn í bear market, 4 mánuðum eftir toppin, þá erum við að ná þessum miklu lækkunum. Það koma oft þessar 2 lækkanir sem er auðvitað búið að gerast núna. Þú veist, að það gerist bara strax í febrúar, eða byrjun febrúar. Þú veist, að maður haldi jafnvel sko, að þetta myndi svona haldast eitthvað og svo myndi þetta fara að droppa virkilega í sumar og með haustinu. En hvað, erum við þá að tala um þetta sem þú ert að segja? Við fyrir þá bara niður í 30? Sko, það sem maður er búin að læra ítrekað og við raun og veru einhvern veginn samt aldrei jafn rækilega og í þessari umferð. Það er bara gjörsamlega ógerningur að segja nokkuð til það, sko. En þú veist, aftur, ég náttúrulega var búin að segja alltaf lengi vel að ég nefndi ekki að vera að pæla í þessum hreyfingum meðan það var á reynsinu á bilinu 80 til 126.000 og það sannarlega braut það og sko gærdagurinn er frá því ég byrjaði í kryptó mest brútal dagur sem ég hef upplifað og þá segi ég meira brútal heldur en 10.10. Október í fyrra af því að þú veist, jújú, þetta var það svakalegu dagur bara dagur sem maður gleymir aldrei sko, en maður samt áttaði sér svo vel á því ok, þetta er einhvers konar þetta er einhvers konar tæknilegir brestir í einhverjum órakuls, það var frekar svona augljóst, skilur það er ekki að sjá að það sé það í þetta alls ekki, og ástæður ég segi að þetta sé mest brúð, að það hefur oft komið í dagar sem þetta hefur lækkað meira, skilur 30% og hvað það er, en ástæður ég segi þetta er þú veist, þú færið oft 30% pullback, maður sé nokkra hann í dag 20-30% pullback daga eftir kannski mikið rally upp og svo kemur eitthvað correction
og tekur 30% niður, það ekkert eitthvað, þú veist, brútalega, þetta brútalega maður gýraður eða eitthvað svoleiðis, ástæða fyrir að þetta var mest brútal dagur sem ég man eftir, að við vorum búin að vera sko í margar vikur, bara basically frá október að lækka og síðustu 8 daga undan þessum gerdegi, þá var það búið að vera bara frekar mikið lækkun hvern einasta dag, þú veist, 2-5% bara hvern einasta dag og maður svona býtti bara hvenar kemur eitthvað smá relief bounce og þá kemur bara, nú kemur bara virkilega mikið drop sko, þú veist, XRP niður 20%, Solana 15, Bitcoin 10, skilur. Já, þetta var svo brútal, við erum búin að vera í þessu lengi og við höfum myndið að séð alls konar dropp í gangi og við höfum hista á svona hálfgerðu neyðafundum og farið aðeins yfir þetta. Ég verði að veikjuna, það er svona ein mæleining sem ég með hvað þetta erfitt fyrir fólk. Þú veist, síðan ég byrjaði í kryptó, það hefur aldrei eins margir haft samband við mig og spurt hvað í gangi. Já, eins og eins og í gær. Það var bara, ég var með stanslaust posta og sérstaklega, þú veist, frá fólki sem ég held að fylgdist ekki eins og með verðinu sem átti bara eitthvað smá bitcoin. Það var að hafa samband bara hver einn og einasti og sem að ég tek hvað þetta er erfitt. Sérstaklega þeir sem að komu inn í markaðina á síðasta bullmarkað að upplifa svona fyrsta svona alvöru bear market að þetta auðvitað bara rosa streitu ástand fyrir þess aðeila. Við höfum þetta séð ýmislegt sko og það sem að við vitum auðvitað, ég meina alveg sem við höfum talað sko, að við hugsum þegar Bitcoin hækkar, það er einhver 10 dagar á ári sem rauninni sem að mesta hækkunin á sér stað. En það má ekki gleyma því að Bitcoin og kryptó bara svoleiðis fjárfestingaflokkur að það á það sama við droppin. Já, einmitt. Droppin gerast öll á megni að því að þetta alltaf 10 dagar cirka í báðar áttir sko. Já, sko. Og ég heyrði jafnvel, þú veist, fólk var að velta fyrir sér að spurja mig hvort ég var að selja. Þú veist, jú, ég meina, ef ég vissi að það færi niður 30, þá myndi ég mögulega selja núna og kaupa það. En meina, þú veist, þetta verður frábært að selja í 90 og kaupa aftur núna. En meina, þú veist bara ekkert. Þetta gæti alveg verið botninn. Það nákvæmlega sama og ég segi, sko, þess vegna ég bara með strategíuna, ég bara til að ræta þetta niður í dauðan, sko, skilur. Ég trúi á þetta og ég meta einfallega bara þannig að ef ég ætla að reyna að fara að, þú veist, ég bara með ákveði vision sem bara 2030, þá þetta að fara að verða risastór eignarflokkur. Ég með þetta að ég geta haft rámt fyrir mér og þá spilast það mjög illa út fyrir mig fjárhagslega og ég samþykki þá áhættu. Lífið áhætta en ég gef mér það að séu allar líkur á því að ef ég ætla að reyna að outperforma þetta sem ég sé fyrir mér 2030 með því að einmitt það væri voðalega að líta á tjarti bara, þú veist, auðvitað hefur geggja að selja 120 og vera að kaupa aftur í gær og engin vanda að tekna þetta upp fullkomið aftur í tíman. En ég gef mér bara það, ef ég ætla að reyna að outperforma þessa strategíu að eiga þetta bara í mörg ár, þá mun ég klúra því og ég vil klúra öllu. Og ég hef reynda þegar ég var að byrja eins og svo margir og þá eina sem gerist var að ég horfði bara á eitthvað en allt hækkaði á okkur mánaða skeiði en ég var bara í tapi og ég bara byrjaði hvernig gengur þetta upp, hvernig byrjaði ég að kaupa þetta í þessu verði og nú þetta búið fjórfaldast á 4 mánuðum og ég í tapi og þetta reynslan hjá langflestum. Auðvitað algjörlega brútal að lenda í þessu og auðvitað mjög leiðilegt fyrir eitthvað sem ákveða fara kannski stórinn með eitthvað milljónir jafnvel, ákveða loks að kýla á það í 120.000, auðvitað ömurlegt að hugsa bara god damn it, ef ég hefði beðið þá geti ég keypt núna, en svo það bara hannig ég nú ekki með tölfræði það en það búið rosalega læti á myntköpum, mikil viðskipti í báðar áttir. Okay. Ég hallast að því
ég er ekki búin að skoða harða tölfræðum en ég hallast að því að það sé meiri velta í söláttina. Það er alveg verið að kaupa dífuna en ég er bara að segja, þú veist, ástæðan fyrir ég segja þetta er svo að þegar fólk talar bara, þú veist, ef ég hefði beðið þá hefði ég getað keypt í 60.000 en þá er það að spyrja þig af hverju keyptir í 120.000? Jú, af því þá er svakalig stemning svakalig bjartsýni og það hefur svo mikið aðdráttarafl allt er að hækka og endanum heyrðu, þú kýldir á þetta og ég segi, þú veist, það er samt bara alveg eins og maður segir, þú veist, fólk sem voru álitni mest og hálfutanar að kaupa í 20.000 2017, skilurðu það spilaði svo bara vel út í 4 árum síðar, sko, í 65.000 þannig að, þú veist, ef fólk allavega gerir sér ekki þann óleika að kaupa hana toppinn og selja svo í droppinu að þá, að því gefnum mann hafi rétt fyrir sér en sko, bara því að punkturinn þessi þá er svolítið stór ályktun að draga og vafasum að segja að þú hefðir látið til skara skríða að kaupi í 60.000 fattur hvað er að fara? Að ég þekki núna alveg fullt af fólki sem var alveg svona ég er alveg við að fara að kaupa Bitcoin einhvern tímann í 110.000 geri það síðan ekki og ég get að lofa því þetta fólk er ekki að kaupa núna í 60.000. Nei, og það er það svo erfitt að þú veist, þú áttu þetta að kaupa það í svona mikilvæg lækkun og eins og við sögðum minna einu sinni menn ef þú ætlar að kaupa og selja þá áttu að kaupa bara ekstrím fyrir eins og núna og selja ekstrím menna þú myndi ekki ef þú ætlar að vera í þessar strategi yfir höfuð en svo er þetta eins og þetta að maður hefur oft orðið var við þetta sem maður að segja fólk er að hugsa að kaupa svo hækkar það eitthvað og segja, ég ætla að kaupa aðeins læra, ég ætla að býða aðeins eftir að lækkar, svo lækkar það einmitt helling, þá bara verður það svo hrætt að það þorið þið ekki. Einmitt. Þetta er bara þessi sálfræði eitthvað veginn í fólki að það er rosa auðvelt þegar eitthvað veginn, það er svo auðvelt þegar ekkert er undir að segja hluti svo já, þú átt að gera öfugt við hjörðina. Já. En leið og er konu peningar undir, þú veist, stakes are high, þá er rosalega erfitt að fylgja því eftir, skilurðu. Og sko annað sem maður eru líka lært í þessu, lærið þetta ágætlega 2022, en svo aftur umverulega núna, er að þegar maður er að hugsa sko, að það þurfa að ná alveg fram, þú veist, svona markaðar botna ekki fyrir nýjalveg maximum pain, maximum fear, að þá er maður ekki að tala einhverja feikræðslu eða feiksásöka og ég er búin að átta mig svo vel á þessu að maður er ofta að upplifa hræðslu eða sásöka og er að deila því með og spjalla við vini sína sem svo er frekar augljós sko þegar maður svona lítur hans í baksinspeilin þetta var feik, það er að segja ég kannski segja við þig þegar það var búið að hækka mjög mikið og svo kemur 20-30% drop bara hvað þetta er brútal, skilurðu bara, þú veist, hvað er í gangi, hvað skilurðu, og jú, maður er alveg góður í trú að maður sé að finna fyrir miklu sásöka og sé jável smá hræðslu í manni en svo lítur maður tilbaka ég var samt ekkert eitthvað raunverulega brotin eða raunverulega mjög hræddur ég get alveg sagt það núna í gær, sérstaklega þú veist, ég var límdur við TradingView og veist, aftur er ég að eitthvað draga konuna í þetta hlaðvarp en við erum hana bara saman bara dálítið límd við þetta að horfa á eitthvað allan sparnaðan okkar skilur bara skreppa saman og verða eitthvað að engu finnst manni og þú veist, svo kemur miðnætti og ég hugsa að bara fjandinn hafa það hlýtur einfallega að fara að koma smá bounce núna þá sé ég Solana á einhverjum 20 mínútum fara niður 12% og Bitcoin rétt upp undir 60.000 og ég er þá bara svona, þú veist, hvað er að gerast? Hvað skilur að því að þú veist, á þeim tímamúti þá eru tilfinningarna orðnar svo sterkar að þær eru farin að vera allir í skynsemi og yfirvegun sko sterkari og maður er hreinlega bara að spyrja sig bara býtu, þú veist er ég bara í ykkur trúmannsjó og þetta er að fara í núl skilur þú veist, fattar þú hvað er að fara sko?
svo kemur bánsins að ég verða við ekki, ég veit að þetta er ennþá alveg hrottaleg verð sem við erum að tala um núna, en ég verða við ekki að það er örlítið léttir að sjá bánsið koma í dag sko. Já, bara þú skilur, það var ekki búið að koma í 9 daga sko. En þú hugsar það samt, þú veist, ég veit ekki hvernig þú upplifir það er búið að vera þetta svo mikið lækkun núna einhver tíma og svo þessi síðasti sólarhringur finnur þú ekki samt smá fyrir því að þegar bánsið kemur sem kannski ekki eitthvað rosa mikið en svona þú veist fer í pluss einhvern veginn sko. Finnur ekki samt smá fyrir því að bara að þú búin að vera að horfa á þetta fara svo mikið niður að þú ert líku við bara að horfa á þetta og svona smá léttir en er samt að býða til að fara aftur niður. Jú, algjörlega þú veist, maður er 100% þar að núna að mér finnst ótrúlega þú veist ok, jú, ég held að sé alveg sæmilegu möguleiki á því að þetta hafi verið botnin eins og bara alltaf þegar kemur brútal dagur þú veist, við morðað hannig botnin gerist allavega alltaf á okkur svona brútal maximum 4, maximum pain degi gerðarinn var sannlega þannig dagur og að því sögðu þá má alveg segja þessi sæmil líkur á því þessi botnin en ég við ekki samt tilfinningarlega og raunverulega líka út frá rökhugsun og reynslu þá finnst mér allar líkur á því að við séum að fara aftur niður og neðar en við fórum, þú veist. Já, og svo... Allar líkur, kannski svolítið sterkt og mikla líkur. Já, þú veist, ég man ekki hvað sagðir þetta að það farið niður í mikið bitcoin, ég meina... 59,8. Já, og það líkur við segja að trubla mig aðeins, af því að þú veist að í full-blown bear market förum við niður í þetta, hefur alltaf farið niður í þetta 200 vikna moving average. Það væri aðeins meiri léttir hjá mér að þetta farið niður í 58. Já, ég skil þig, einmitt. Það væri búin að fara undir það. Já, og svo bara fara að bánsa yfir línuna aftur, sko. En það náði ekki þeim viðmöðum, þá hugsaði ég svolítið, það á það ekki bara eftir Sýnir samt að það er greinilega styrkur hana, af því að þú veist, það er augljóslega loksins stígu kaupendurnir inn í, sko. Já. En þá spyr ég núna, Björn, í þetta náttúrulega skiptir óslega máli, það er það mikið að vera sko, mér finnst eiginlega bara taktlaust að fara í einhverja umræðu það en við skulum bara nefna það, ég meina það var stýrivaxtaákvörðun í millitíðinni sem ég var veikur og stýrivextir í Bandaríkjunum héldust óbreyttir sem einhverjum fannst vera smá vonbrigði en það var samt svo nokkuð veginn prísaðinn ég bara segja þessi þáttur mér finnst eitthvað veginn ekki alveg að hæfa við séum að verja ómiklum tíma í hvað Jerome Powell var að segja á okkur blaðamannafundi eftir það eru bara stærri, við tökum það síðar Já, ég meina Mér langar að spyrja það, hverjir eru að selja núna? Sko þú veist, það er svo erfittast bara að miða við hennan sólarhring Það búið alltaf rosalegt útflæði úr ETFs Já, ég meina ég ætlaði að koma þar. Ég held að það sé stæðstu seljendurnir eru þar. En og þeir eru að selja í massíu tapi, sko. Við erum átt okkur því, sko. Já, og það... Ok, þú veist, þeir eru alltaf byrja, skiluru, ef þetta eru sem sagt að því maður átt því að því að svo oft algjörn eru BlackRock að selja, sagt, Fidelity og aftur minnum á, þetta eru bara viðskiptavinir, þetta eru bara sjóðsfélagar í þessum kaupallasjóðum, þetta er ekki BlackRock sjálfir að kaupa eða selja, þetta eru bara þeir sem eiga í þessum sjóðum, þannig jú, ef þetta eru þeir sem voru að koma inn alveg í byrjun 2004 á 42.000 þeir eru visslega ekki að selja tapi núna en ég held að það sé hverjandi líkur að þetta séu þeir, ég er bara að segja að það er alla líkur á því að þetta útflæði undanfanna daga og vikur að það séu aðilar sem er að selja í mjög miklu tapi. Já, og það er búið að vera, sko, við höfum talað við bárum þetta saman við gull í TF-ina sem var bara 6 ára upp, sko, sem þetta klikkaði bara svolítið á síðast ári og við erum að sjá þetta bara, þú veist við erum að detta í núna í febrúar 4. mánuðin af útflæði og meðaltals útflæði í kaupallasjóðunum í Bitcoin sem eru það rosa mikið og þetta er og 4 mánuði af lækkunum í röð í Bitcoin af því þú veist og stefnir allt í 15 núna mikið af þessum gömlu svona
OGs voru búnir að selja alveg rosalega mikið, en þeir virðast hafa bara líka haldið, þú veist, svona stærri kvalir, gamli kvalir virðast hafa haldið áfram að selja, það virðast bara allir vera að selja. Það var eitthvað veski við heldur sem var búið að eiga frá 2010 eitthvað rugl. Sem var að selja núna. Já, sem seldi fyrir einhver svakalega fjárhæð. Og það er bara svo rosalega mikið svona búið að vera eitthvað sem við höfum ekki náð að tala hérna. Það er búið að vera líka mikið neikvæðni gangi, eitthvað sem maður bjóst alltaf við samt að kæmi. Það er búið að vera þessi kvantum fókus og það var eitthvað svona mjög viðurkenndur, ég man ekki hvað hann heitir, Wood eða eitthvað svoleiðis, sem að var svolítið svona bitcoiner, hann er, eitthvað segir að hann sé svo sem að mest, fólk fylgir beina mest í svona trading, hann sagðist selja út af kvantum áhugjum. Og til þess að fólk kannski fylgja hvað áttu við hérna er að það er sem sagt þannig að áhyggjuna sem fólk hefur af quantum computers er að öll veski eru með private keys. Já. Og þeir eru yfirleitt dulkóðar í 12 eða 24 orð. Skiptir held ég ekki máli fyrir quantum computera því að þeir myndu bara reyna að fiska upp stafa og talnarunu sem er einhverjum 30-50 stafa og talnaruna og sannleikur er sá að það er ógerningur meiri sér fyrir ofurtölvu. Það tekur bara einhverja $10 million ofurtölvu á Google. Hún þarf held ég einhverja milljarða ára til þess að hakka private key af Bitcoin-veski en það er þessar áhyggjur að quantum computers þær geti eitthvað eina því að ég er ekki sérfræðingur í þessu en mér skilst þess að þetta snúst það að tölvur, það er alltaf þegar það er að reyna að giska á eitthvað svona talnarunu að þetta er alltaf 0 og 1 sem það er að raða saman í eitthvað óandilegt og það geta bara gert eitt í einu. Mögulega er eitthvað mjög tekniklokar að hlusta og ég er að fara með, en ég held ég sé að fara nokkuð rétt með þetta er alltaf eins og ég skildi það. Það geta bara gert eitt í einu og ofurtölur gera eins og alveg bara galið hratt og bara mörgum miljónum á sekundu eða hvað það er. Quantum computers eitthvað er með leiðina til að gera þetta allt í einu. Og ef það yrði, ég man ekki hvað þarf að vera margra bita quantum computer, 100 bita eða qubits 100 eða 200 ég veit allavega eitt, það er engin slík tölva til í dag. Nei og það er örugglega allavega svona 4-5 ár í það en menn segja það segja flestir og það er alltaf verið að vinna í því já en umræðan hefur Bitcoin, quantum computer það er kannski hluti af hvernig neikvæða umræðan er svolítið svona er sterk að það er svona nánast talað eins og sé ekki verið að vinna í því. Og þetta er alltaf áhyggjur sem eru 10 ára gamlar. Já og þetta er svo margt þetta skrítið í þessu því þú veist ef þú væri með svona tölvu og við höfum talað áður þú veist, þú myndir mjög líklega ráðast frekar á bankakerfið eða eitthvað svoleiðis heldur en í Bitcoina. Þegar þú myndir ráðast á Bitcoin þá færið það hvað sem er strax niður 0. Þú nærir ekkert að selja þetta. Bótalan er bara með svona tölvu, þú getur hakka öll stafræn kerfi, alla gagnagruna. Þú gætir raunverulega í ákveðnum skilningi bara rústa heiminum á no time. Já, ég held að það sem er svona... Þetta er svipað og að segja af hverju ert að kaupa Solana eða Bitcoin af því að það gæti komið geimverárás á morgun og nefti í þrælahald. Og það sem ég hef ekki heyrt samt lausnin á sem að menn hafa svona sem að pæla svolítið svona í þessu sem að hafa áhyggjur af er að það er þetta bara alla líkur að það verður hægt að gera Bitcoin svona varnir gegn þessu kvantum en það sem er svona stóra spurningamerkið í þessu eru gömul óhreyfðu veski eins og Satoshi Nakamoto veski. Hann hefur talað mikið þetta Andreas Antonopoulos. Já. Og hann sagði þetta er í sjálf sér bara jákvætt. Af því að hann sagði við munum vita hvenær þessi quantum computer lítur dagsins ljós. Af því að þá mun veski eins og Satoshi veski hreyfast. Það mun koma því, bara 100%. En það er í sjálf sér ekkert
mér finnst það ekkit endilega neikvætt í sjálfsveit, mér finnst ekkit eitthvað þú veist, endilega eitthvað þú veist, og ég skil rökin fyrir því að segja já, svo jákvæmt fyrir þá sem eiga bitcoin að það séu eitthvað nokkra milljónir bitcoin að týnd að eilífu, að því þá er minna til og þá er mín hlutild í kökunni stærri þú veist, en ég sé bara herru, það er 21 miljón bitcoin, það er bara flott það að það sé eitthvað milljónir týndar, það er alveg bara eins og það sé gull týndi ykkur skipum á hafsbotni, skiluru ég sé það ekki sem neitt eitthvað áfall fyrir gulllegendur að einn daginn verði komin einhver AI dróna kapátur sem getur fundið upp eitthvað gull á hérna hafsbotni í ykkurum sjóræningaskipum, skiluru þú veist, fattar hvað er að fara sko Já. þannig að mér finnst það ekki þú veist, en ég held að það sé ég held að sé voðalega lítill ágreiningur það að það mun koma því að þessi gömlu týndu veski þau verða hökkuð Já. og það, þú veist, mér finnst það verið sjálfur sér ekkert eitthvað alneikvætt sko En svo þessum bara mikilvægt að hafa í huga þetta er auðvitað bara svona sérstaklega í svona tíð þetta er auðvitað þetta er svo ótti kemur mest fram í svona bear market og við hlustum á það og fólk postar því og svo framvegis sko. og þú veist en það kannski, þú veist að spurja á þann þú veist hver ég var að selja, þetta er líka þetta orðið þetta öðru sig, það eru margir að selja en það sem að hefur þetta markaðurinn glímir kannski svolítið við líka það er bara eftir þú veist það ef þú sko summar út bara og tökur þess allar þess að umröðu og allar þess að fréttir sem við tala að þá er bara framtíðin ennþá mjög björt fyrir Bitcoin og fyrir krypto en akkurat núna á síðustu mánuðina þá er eftirspurnin lítil sem engin sko. Og það þetta hefur ykkur áhrif og minna þú veist og ég held að við vitum það að við þurfum að fá meiri peninga umfyrir og sérstaklega í Bandaríkjunum að því að þú veist það eru meiri M2 hérna money supply í heiminum hefur hækkað en menn hafa sagt að þú veist það er mest allt hækkunin í Kína einhver leiti Japan núna en þú veist ef tökur Kína sinn dæmi þá held ég að sko undanfarna mánuði þú veist þá eru einstaklingar þar ekki að fjárfesta mikið í krypto þeir eru að fjárfesta í gulli og silfri gulli sérstaklega að komir inn á það að því að sko þú veist ég var að hlusta á einn góðan í gær sem var að segja sko, þú veist, annað sem er búið að vera mjög krefjandi við þessar lækkanir er að það hefur verið skortur á einhverju einu skýru dóminerandi narratífi. Þú veist, eitthvað eins og bara, þú veist, Bandaríkin Íran eða ok, þú er búin að mörg lítil narratíf, þú veist, það er Bandaríkin Íran, það er aftur að hluta lokun hins opinbera í Bandaríkjunum en smávægileg með að við hérna fyrir lokun en það sem þetta er allt frekar svona lítil narratíf sem ná bara mjög takmörkum hluta af skýringunni. Þannig raun og veru getur sagt það er ekkert narratív, þetta er bara búið að vera non-stop lækkanir og alls ekkert bara í krypto. Aðri markaðir eru líka að gefa eftir. Það var að koma tölur að húsnæðismarkaðurinn í Bandaríkjunum væri að bera þess merki að hann væri mögulega að stóðir hans væri að veikjast. Hlutabréf í Bandaríkjunum hafa verið að snúa niður. Það hafa verið sell-off í tæknifyrirtækjunum. Þú talar gull og silfur. Silfur sem nota bene hefur náttúrulega mjög lengi verið álíka stórt á Bitcoin. Það hefur verið svona skiptast á að Bitcoin er aðeins stærra market cap og svo silfur. Silfur var búið að þrefalda næstum því market cap, heildar markaðsvirði á hérna Bitcoin. Það er náða topp í 120, þannig að þetta er risavaksin eign. Var sko rúmlega $5 trillion market cap, stærri en nokkur skráð fyrirtæki í hérna Nasdaq. Stærri en hérna Nvidia sem dæmi sem er verðmætasta fyrirtækið það lækkaði á nokkrum dögum 50%. Já og samtals gull og silfur á 3 dögum lækkaði 10 trilljón bandaríkjadala. Já. Það er margfalt allt krypto market cap. Já, ég meina þú veist þetta er skiluru sko þetta er mesta lækkun á mörkuðum í dollarum talið í mannkynssögunni.
Já, pælti því. Og þetta er ekki, hér er ekki að tala eitthvað, þú veist, eins og ég, við erum ekki að tala bara eitthvað hérna yo-yo-coin, skilur, þú veist, þetta er gull og silfur, þetta eru bara 2 risavaxnir markaðir. Já, þetta var búið að hækka mikið, en samt sem áður. En þetta er bara rosalega, sérstaklega í silfurinu, sko. Og það má velta fyrir sér, sko, hvað eru þessu peningar? Já, það er alveg... Sem að menn voru að selja gríðarlega mikið. Já, það er alveg... Og ekki virðast þeir verið ríkisskuldabréfum með... Nei, þetta er góð spurning. En það sem hann kom með þessi maður sem var að hlusta á í gær, ég man nú ekki hvað hann heitir, þetta var eitthvað nýr. Hann var með alveg frekar fína þátt á YouTube, að hann var að segja, sko, og ég tek svolítið undir það, að það er eitthvað engu líkar en það, að bara eitthvað allir þessi markaðir án þess að sé eitthvað eitt ráðandi narratív, þeir eru bara að endur skilgreina og endur meta áhættu, af því að svo lengi hefur verið, skilur, hefur Bitcoin hefur verið okkar þýsis og þýsis hjá þeim sem var hrifnar af Bitcoin, er að Bitcoin er besta fjárfestingin með tilliti til áhættu, besta risk versus reward playið. En það náttúrulega tekur allt mið af ákveðnum forsendum, skilur, það tekur hérna, auðvitað er náttúrulega þessi hardcore bitcoinera sem eru bara þar, bitcoina sem ég vil eiga ef eitthvað allt fer í skrúuna í heiminum, en sannleikurinn er bara sá að markaðurinn tekur ekkit undir, megin þorri markaðurins tekur ekkit undir þá afstöðu, heldur skilgrinni bitcoin bara sem áhættu fjárfestingu. Og það virðist bara einfaldlega vera að það er svo rosalega mikil eitthvað svona ókýrð og svartsýni í heiminum. Já. Þú veist, það er gríðarleg titringur núna milli Bandaríkjanna og Íran. Það er alltaf búið að vera titringur milli Evrópu og Rússa og Bandaríkjanna og Rússa, Bandaríkjanna og Evrópu, Bandaríkjanna og Kína. Þú veist, núna bara Venezuela fyrir stutt og það er allt svona eitthvað svona coalition, Venezuela, Kína, Íran, Rússar, ég veit það ekki. Svo ertu með þessi Epstein-skjöl sem eru eitthvað bara að tröllríða öllum heiminum. Já. Þetta er svona allt eitthvað veginn, þú veist, heimurinn núna og mér verður svo rosalóft hugsað til samtals okkar Bergþórs Mássonar þegar hann var að tala þetta koncept í bókinni The Fourth Turning, eða hérna Fourth Turning, sem skiptir, þú veist, þessum tímabölum hérna mænkisögunar er svona cirka 100 ára tímabil í vor, sumar, haust og vetur. Já, ég er að hlusta á þessa bók núna. Og hérna, þú veist, og ég verð mjög bjartsýnn og jákvæður þegar ég pæli þessu, það er bara það er eitthvað, mann líður eins og allt sé að fara til fjandans núna í heiminum, bara gjörsamlega allt. En er þetta ekki bara eins og með markaðina? Er að, þú veist, þegar þú ert eitthvað að missa alla vonina, þú veist, þá er alveg, þú hérna, the night is always darkest before the dawn koncept, sko. Og það eru þetta mikil breytingar í gangi. Minna, þú veist, þú varst að tala þú veist, áðan, þú veist, að einhvern veginn allt niður gull, silfur og svo framvegis. Minna, maður hefði viljað, þú veist, að Bitcoin væri einhverju liti meira fylgni við gull og þú veist, og þá ætti rauninni Bitcoin að fara upp eftir að gull þau toppað og það hlýtur að hafa toppað þarna allan að tímabundu hann daginn, en svo er sko mesta fylgni Bitcoin í dag er við hugbúnaðarfyrirtæki og það sem að rauninni búið að vera að droppa einna mest í hlutabréfamarkaði eru hugbúnaðarfyrirtæki, sérstaklega svona software as a service fyrirtæki, svona Adobe og eitthvað svoleiðis, sko, af því að það er svona, menn er að velta fyrir sér eða sjá fyrir sér að gervigreindir sé að fara að taka yfir rauninni alla þessa þjónustur. Og þú veist, við sjáum ekkit oft mikil dropp á hlutabrifum þannig í svona venjulegum svona tímum, en ég meina Amazon fór held ég í gær niður 9,1% og fullt af fyrirtækjum að það í kringum þetta. Svakalegt, sko. Mér langar svolítið að ræða Michael Saylor. Já. Og strategy. Það er eitthvað svona að verða meira og meira intense þessar áhyggjur að hann eigi að hætta á að springa. Og hann er núna, þessi break-even punkturinn að þessi $76,000 Bitcoin. Já. Þannig að hann er komin í sko nokkri milljarða dollara í tapi núna. Og þá er ekki verið að tala,
þá er ekki verið að taka með reikningin sko fjármögnunarkostnaðinn sem hefur leitt af þessum kaupum sko. Það er bara verið að tala kaupverðans, meðal kaupverðans. Það er alltaf heilmikil fjármögnunarkostnaður sem hann er búin að, þó hann sé alltaf að segja hann sé að borga 0-2% af öllum lánum sem hann fær. Ok, ef það er rétt, gefum okkur það. Það er samt segjum að sé 1% af nokkrum 20 miljardar dollara, það er alveg peningur sko. Já. En hvað segirðu? Sko, maður er eitthvað svona varkári í þessum ótta eitthvað neginn, sko, því að þú veist, það minnist eftir að það fer svona mikið niður, er að þetta, ef við höfum setið hérna rétt fyrir öll þessi gjaldþrot þarna á sínum tíma, þá er maður ekkert endilega séð fyrir, töluvert fyrir, þá er maður ekkert séð fyrir sér endilega FTX gjaldþrotið og svo framvegis. En þú veist, samt verður að hafa það í huga, það er, þú veist, það hefur verið að segja alls konar hluti til dæmis á hérna X-inu. Ég meina, menn voru að segja að Michael Saylor væri byrjar að selja og leiða þetta færi niður fyrir 76, þá er það náttúrulega að selja og svo framvegis. Það var svaka orðrómur þetta. Já. En þú veist, ég neita að trúa þessu. Það er alltaf ekkert staðfest í þessu. Ég einfaldlega neita að trúa þessu. En það var einn að birta þráð á X sem var að segja, sko, herru, það er bara eitt sem getur skýrt þessar lækkanir. Já, það er að Saylor hafi verið að selja. Það er að Saylor hafi verið að selja. Já, en sko... Ég trúi þessu ekki. Nei, hann var á... Já, sko, hann kemur fram í, annarkvæmt í dag eða gær, þá kemur hann fram í, ég held þetta hafi verið, hérna, hvað heitir það, hérna, á X-inu sem er, hérna, margir að tala eitthvað, hérna, rooms, eitthvað, ok, það var allavega einhverju svona podcasti sem að voru margir í. Og hann segir rauninni, sko, til þess að við þurfum að selja, og ég er að segja, þetta er bara orðin hans, og ég sá eitthvað svipað frá fjármálstjórunum í fyrirtækinu, þá þurfum við að fara niður í 8.000 og við þurfum að vera þar í 5 ár, sagði hann reyndar. 5 ár? Já, og þú veist, ok, ég veit ekkert þetta, sumir hafa sagt 20.000, en ég var þannig að segja einhverju sem hafa reynt að strútira rauninni svona eitthvað, það er engin einhvern margin call hjá þeim á næstunum og það er ekkert sem bendir til þess að það sé eitthvað tala þarna, sérstaklega þessar tölur. Já, ok. Ég meina, þú veist, og það má segja, sko, ég meina, þú veist, ég veit ekki hvað er gerst með öll hinn fyrirtækin, þú veist að það er einhverjir búin að selja og maður sá eitthvað svona skrýtna hluti reyndar áður en þetta hrun kom, það var hérna Silla, ég veit ekki hvort maður stætti þeim, það er eitt af þessum datfyrirtækjum, þeir seldu alveg hellinga til að kaupa engaþotur til að fara að leigja út. Wow. Og þetta vinnur okkar hérna Tom Lee, þeir eru þetta í gríðarlegu tapi, en þú veist, ég ætla ekki að segja að hann þurfi ekki að selja, en ég var til í að þú veist að heyra þá allavega einhver góð rök fyrir því að hann þurfa að selja, eitthvað annað heldur en eitthvað svona falsfréttir á X-unu sem er alveg gríðarlega mikið núna. Já, sko var þetta sem Saylor að segja, þú veist, ég reyni bara að beita heilbrigðisskynsemi. Og ef einhver segir mér það, að hann sé búin að vera að slá lán eða fjármagna Bitcoin-kaup upp á 70 miljardar dollara, ýmist með lántöku eða hlutafrögningu og sko aðrar tekjur sem starfseminn hafi er mjög takmarkaðar og hann ætla að segja mér það að hann geti þólað meira en 90% lækkun og verið þar í 5 ár. Já, þú veist, ég á erfitt með það. Bara, þú veist, mitt common sense er alltaf bara, þetta meikar ekkert sens. Mér er alveg sama, ég veit að hann er eldklár, en þetta bara meikar ekkert sens. Nei, og þú veist, sko. og ég er svo sem alveg sammála því, en þú veist, ég samt hugsa, sko, ef að 76 er meðalkaupin hjá honum, og Bitcoin stendur í núna hvað? 67. Nýlega settur töluverðan forða í dollarum. Það væri skrítið ef að vera rétt að nefnir að selja í gær. Sko. Ég er alveg þess vegna hef ég enga trú á því. Nei. Ég hef enga trú á því. En ég er að segja, ég held að það sé fara að verða heldur heitt undir honum
ef við förum að nálgast eitthvað eins og $30,000 sko. Og þetta kannski líka bara sýnir fram á það sem við höfum talað um. Þetta óþægilegt að einn aðili eigi svona mikið, sko. Einmitt, og sko, það væri ekkit óþægilegt ef hann ætti þetta allt skuldlaust, skilur. Já, hann bara slegið endalaust lán. Já, það það sem óþægilegt við þetta. En þú veist, óþægilegt og ekki óþægilegt. Ég hugsa, þú veist, ég meira svona hannig að ég vil klára þá bara alla slæmu hlutina af, sko, sem fyrst. Ef ég myndi vita að þetta væri að fara að vera eitthvað algjörlega hrottalegur bear market og hann væri að fara að springa, þá sé ég bara ekki, þá bara því fyrir því betra, sko, bara klára það af, sko. Já, og þú veist, ég held nú að það gerist ekki. Og hann það bara að klára og staðfastur. Og hann hlýtur alltaf að geta selt bara einhvern hluta. En gallin þá núna, ég alltaf veit ekki hlutfall í hversu mikið hann fjármanna með lántöku versus hlutafjárfestingu. Og væntanlega En svo voruð mér í reserve upp á $4 million eða $4 million. Það var ekki 1,5, það var bara auka. Það var 1,5, já. Sem er bara ekki neitt. Nei. En hann segir samt að standa undir 2 ára greiðslubyrði. Það sem ég líka óþægilegt við þetta, þú veist, hann þetta staðfastur og eins og þú segir, öll þessi lán og mismændi tegundir af ekki hlutafjáraukningur, þetta meira einhver svona skuldabréfaútgáfur, að því hann hefur alveg sýnt sig eins og hann sé bara einhverju maníu stundum, eins og þegar hann við höfum rifjað upp í síðasta búlróni sem hann var að segja að fólki bara að veðsitja allt sem það átti og kaupa bitcoin. Þetta er ekki rosalega skynsamlega tal þegar hann fer þangað. Nei, og sérstaklega, þú veist, þetta er bara svolítið þannig, sko, að sko, þú veist, ef hugsaðum einhvern veginn svo Muhammad Ali, sko, sem margir voru hvað þýldir hann kjaft fór og hrókafullur en svo bara rótaði hann alltaf og þá, þú veist, ok, hann bara flottur en segjum að hann svo bara verið alltaf rótaði sjálfur á öllum, þá maður bara hvað trúður þetta. Saylor að díla við sama lögmála mörgu leiti, það að segja þegar Bitcoin var í 126.000 þá lítur hann bara áran í kringum hann og eitthvað credibility allt annað. Nú menn bara í fjármálheiminum, þú veist, hann bara ekki að lúka vel og það bara mjög raunat scenario þar sem hann verður bara mest í trúður fyrir hluta 21. aldarinnar í fjármálasögunni, sko. Já, og það trufla með stundum kaupina. Það var svo hrókafullu líka, þú veist, hann hlóa þeim sem voru að tala um að kemur bear market 2001, svo kom alltaf svæsin bear market og hann eitthvað, já, ok, whatever. Svo núna aftur að vera að tala um þetta 2004 og 2005 og þá sagði hann það bara bjánar sem halda að geti orðið bear market aftur. Já, og maður bara, þú veist, afturóttunum bara gaur, þú veist, á einhverju tímapunkti þá ekki nóg að vera bara klár og geta komið 1000 myndlíkingar í klukkutíma, 2 tíma podcasti, skiluru, þú veist, þú verður að vera með ályktanir og staðhæfingar í samræmi við, sko, raunveruleikann. Það bara dæmi það hvernig hann getur verið. Ég hlustaði á viðtalið daginn, ég man ekki hvort ég sendi þér það. Það var 1,5 tími. Þar sem það var What Bitcoin Did, það viðtalið við hann, ef ykkur var áhuga á Michael Saylor og að kíkja á þetta mynd með hann viðtal. Í svona rétt inn í viðtalið þá byrjar viðmælendinn að spurja hann en hvað finnst þér, Michael Saylor, þú veist að öll þessi fyrirtæki sem hafa ekki neina tekjur að kaupa Bitcoin og eitthvað svoleiðis, þetta ekki orðið á mikið? Hann tekur bara 30-40 mynda ramt á hann sem hann bara sagði, þú bara heimskur. Þú veist þetta, ætlar þá að segja hvað með konuna á örorkubótum sem að kaupa? Má hún ekki kaupa því hún á enga pening? Wow. Og hann hélt bara svona áfram og þú veist, sumir hefðu sagt þetta bara órökrétt í aður og sagt eitthvað en hann hélt áfram og tók alltaf sama dæmið aftur og hann fór 10 hringi með þetta þannig að hann getur verið svolítið erfiður og eitt af því sem að ég hugsa stundum sko, það getur vel verið að hann geti ekki selt skuldabréf, fengi lán nema þegar Bitcoin leiðinu upp. En ef þú skoðar kaupinast, þá hann, þú veist, meðan við það hann búin að vera að kaupa síðan 2020 og ef hann væri að tímasetta kaupin, þá ætti hann mögulega að vera í miklu meiri, betri meðaltal, en hann hefur bara stundum keypt einna mest bara í hæstu hæðum. Já. Og stæri sér að því, sko, að vera gaurið sem kaupi toppin.
Þú veist, eftir 100 ár þá átt alltaf að vera einhverju, en ok, nóg Sailor, ég held að hann lifi af Já, ég held á svo sem líka sko. en svona aðeins meira að sem ég segi, ég hef aldrei séð í öllum þessum skiptum og það er svona, það truflaði mig þó ég vissi hvað mikið bull í gangi, séð eins mikið af alls konar svona hamfara endir alheimsins færslum á Twitter og svo mikið af svona alls konar bulli, til dæmis það er búið að vera rosa margir að pósta það að nú sé ykkur kaupull að fara á hausinn. Ég er ekki að segja að það sé ekki að fara að gerast en ef þú skoðar það bara, þetta voru endalausar countar, þetta voru ekki ykkur svona þekktir, ykkur svona einstaklingar. Ég sá mér það sko skjal sem að sýndi það að Binance væri að fara á hausinn og sem er raunin komið ljós er bara falsað. Já. Þannig að það er svo mikið, það er Sailorinn, það er þetta, þú veist, það er Quantum, það er Epstein, Satoshi. Ég held að kaupallar eftir síðasta bjarnamarkað að það séu núna með miklu minna exposure á krypto. Það var svo mikið geðviki í 2001 það var bara okkur, þú varst að selja hak og skóplur og þú varst helst að nota allan peningin sem þú fékkst að selja hak og skóplur til að kaupa gull, sko, þú veist, til að kaupa krypto. Já, og Binance er með þetta proof of reserve, sko. Já, þannig að þú veist, núna ég held að sé miklu minna þetta, sko, þannig að ég held að kauparnar standa allar miklu betur. En svona, þú veist, þegar að koma svona einmitt bullfödd kenningar á loft, það er oft merki bottom signal. Já. Líklega fáránlegasta kenningin sem búið að vera talsvert áberandi síðust daga að Satoshi Nakamoto sé engin annar en Jeffrey Epstein eða hafi verið. Af öllu því ruglaðasta og fjarstæðkendasta sem maður hefur heyrt, þá held ég að þetta slái nú öll með. Já. Og þú veist, ég kafa aðeins í þetta, sko. Og það er þetta fullt af rángfærslum og menna fullarlega líka alveg fullt af hlutum, sko. Staðreind að Epstein sýndi áhuga á Bitcoin 2011. Af því að þú veist, þó þetta hafi alltaf algjör drullusokkur, gegnum rotin drullusokkur, hann var held ég naskur í finance. Já. Það veist. En þú veist, maður sér svona, ég skoðaði margt af þessar umræðu. Þú veist, það var sagt að hann hefði búin að vera rosa miklu samskipti við Satoshi, en hann kemur held ég inn í þetta 2011 eftir að Satoshi horfinn. Það er talað að hann hafi fjárfest í Coinbase, hann gerði það, en það er svo rosalega, það er eitthvað $3 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Og seldi svo skömmu síðar. Og mér finnst það svona ágætis rök, sko. Væri Satoshi að gera það? Já, og líka bara, þú veist, það er verið að segja það var líka bara að segja hann stjórnir kryptómarkaðanum. Já. Þú veist, það getur einhver glæpamaður að núti alveg fjárfest í Coinbase, hann var ekki með stjórnar eitthvað setu eða eitthvað svoleiðis. Það getur hver sem keypt hlutabréf í einhverju án þess að hann sé eitthvað að ráðöllu, og það var líka talað að þú veist, hann setti eitthvað pening í styrkja MIT krypto eitthvað sem er hluti af core development, en minna, það er ekkert sem bendir til þess að hann hafi haft neitt áhrif. Jú, hann sendi posta á mikið af þessum einstaklingum sem í development team, og þá var sagt að hann væri að stýra þeim, en minna, það er alls konar eitthvað, þú veist, hvað heitir hann Gavin Anderson, heitir hann ekki? Er ekki að tala Gavin út? Nei, það er Gavin Andreasen, hann er einn af þessum core developer á þessum tíma. Hann sendi og baði að hitta hann. Gavin sagði nei takk, ég hef ekki áhuga að hitta þig, eitthvað svoleiðis. En nú er að segja hann að vera að stýra honum. Já. Þannig að þú veist, það er alls konar svona, bara það að vera að pósta einhverju skjali sem er eitthvað svona, ég fór að lesa eitthvað eitt af þessu skjölum, þetta er ekki neitt. Hann sendi einhverjum eitthvað og svona er heimurinn líka orðin í dag og upplýsingaflæðið, og gerðugreindin er sannarlega ekki að hjálpa til með þetta. Þú veist, að einhvern það er bara að vera að spamma endalaust að infói þú skilur, þannig að það er eitthvað. Já, og ég verða eiginlega að fá að segja eitt í viðbót í þessari umræðu.
þú veist, í þessu samsæriskenningu, það er ekki nóg með það að hann sé Satoshi og stjórni bara þróunin í Bitcoin. Hann er á lífi og er í Ísrael, það var eitthvað mynd sem ég sá að Twitter, og hann og Ísrael stjórna Bitcoin. Já, einmitt. Þú veist, ég er alveg þar að oft er ekki allt sem sýnist, sko, og maður á ekki að afskrifa kenningar á þess að svona ígrundaðar og skoðaðar aðeins nánar bara fyrst getur sem maður heyra þær, en ég leyfi mér að fullyrða það. Já, ég allavega ef það væri svo mikið sem sannleikskorn í þessu rugli, þá myndi ég kastin hanglaðin og segja bara, heyrðu, ég veit ekki neitt lengur, sko, skilurðu mig. Já. En þetta er það alveg óþægild, en svo að þú summa þessu út. Þetta hefur áhrif. Ég er búin að fá fullt af eitthvað að senda mér á Instagram, sérstaklega sem er kannski kom inn í kryptó, þú veist, í fyrra, skiluru, og svo allt sjá svaka lækka núna og svo er þeir að sjá þetta, bara, heyrðu, er eitthvað til í þessu? Og ég nei, þetta er rugl. Þá kemur eitthvað annað vídeo, en hér er farið sko enn meir útskýringar í það, bara, þetta er rugl. Þú veist, fattar hvað er að fara? Og finna við þetta, sko, ég var að tala um þetta við konum mín í gær, sko, að þú gæti verið pragmatískur og sagt, heyrðu, það skiptir engu máli af því að Bitcoin er open source, skilur. Það breytir engu hver bjóð til og svo framvegis. Hins vegar, og mér er sama að það kemur ljós, það væri CIA, það væri Bandaríkjaher, það væri Mossad, það væri Kínverjanir, Rússanir, whatever, sem hefðu, það væri BlackRock eða hvað sem hefðu búið til Bitcoin. Eða væri hins vegar þessi drullusokkur. Það myndi vera bara skilur við bara, þú veist, að maður vil eitthvað trúa því að þetta sé eitthvað svona guðsgjöf til heimsins sem er eitthvað svona vonum betri framtíð og svo bara, það var þessi gaur. Já, það var bara skelfir. Það er mögulega mjög gott fyrir Sola. Já, og þú veist, ég veit ekki það, ég er búin að vera að stúdera þetta og þá veist þetta og bara teka fram. Í öllum þessum 3 milljón dokumenta er allan enn sem komið ekkert sem bendi til þess að hann hafi haft einhver áhrif þó hann hafi verið að skipta sér af einhverjum hlutum og reynda að funda með mönnum og senda þeim tölvupósta. Þú veist, þarna, en mér fannst þetta samt óþægileg. Já, sko, þú veist, ég hugsa þannig, fyrsta tekið mitt var, þetta er svo fáranlegt að ég ætla ekki að gera þessu hlaðvarpi það, að fjalla þetta í þessu hlaðvarpi. Það var fyrstu viðbröðu mín. Svo þegar ég var búin að fá svona 5-6 skeyti á Instagram og Messenger þetta, þá er bara, heyrðu, það þarf að adressa þetta rugl, sko. Því að fólk er líka í svona hræðslu, í svona mikill hræðslu, maður finnur það bara sjálfum sér, þá lamast dómgreind og rökhugsun. Þannig að þú ert gjarnari á að kaupa eitthvað rugl, sko. Já, og þá þarf ykkur að vera með festu og bara svona til gamans, ein sagan sem ég heyrði og þetta verður síðast þennan mann. Ein sagan sem ég heyrði og ég hef búin að reyna að finna eitthvað það og ég get ekki fundið neitt það, en ein sagan sem ég heyrði að þegar, þú veist, að Epstein hafi verið að reyna að stýra fólki með einhverjum hlutur sem að hann kom þeim í einhver aðstæður og múta okkur leiðis. Og það átti að vera einhver samskipti milli Epsteins og aðstofakonunans þar sem þau reyndu að koma einhverju konu yfir á Michael Saylor en í póstinu að þetta er skrýtnasti maður í heimi, það er ekkert hægt að hafa áhrif á hann tala bara stanslaust um tækni og hefur engan áhuga á neinu. Vá, ég er enda eftir mjög vel með að trúa því Já, það passaði alveg. Það væri held ég ekki gaurinn sem væri líklegur að falla í svona honeypot, sko. En ok, hvernig, þú veist, sko, þú ert still going strong. Já, það mæti ræktina eftir kvef. Já, ég ætla að prógram núna. Við fórum í sána fyrir þáttinn. Ég ætla bara að taka hverjum degi, bara 20 mínútur sánu. Sko, ef ég ekki tekið sánu fyrir hann þátt, þá er ég meira. Miklu meira. Þetta er alveg bara, ég ætla að taka þetta núna hverjum degi, ég ætla ekki að fara í neitt. Það sem feldi minnilega var, ég fór á snemma stað eftir influensuna og ég fór í körfu, 2 skipti og hóstaði alveg allan tíman og ég hugsaði að þetta er ekkert mál. Eftir seinna skiptið, þá kom ég heim bara
í svitabaði og í skjálftakasti og ég bróki, þetta er ruglega ekki gott og eftir það fekk ég allt þetta rugl sko. Þannig að ég er still to going strong, þú ert svona getting stronger. Já. En þú ert vantilega að meina með krypto og þú veist. Ég er að vona að þetta sé svona erfiðasta sé yfirstaði en ég hef ekki hugmynduð það. Ég ætla að giska á mín tilfinning það er aðeins svo snemmt, sko. Erfiðasta er ekki yfirstaðið. Nei, það er og líka bara... We're getting there. Það er þetta eins og ég sagði áðan, maður trúir ekki að sé að fara að leiða þetta sig. Það er ekki nema, þú veist, það er ekki nema einhverju klukkutímar frá því að við erum að tala hérna og síðan þetta var í mestu keislu niður. Það er, þú veist, það er alveg rétt. Við þurfum að... Það er að taka hana þátt upp í beinni ef það hefur verið bara undir 60. Já. Þú veist. Að ég er svo klikkað sko að þú veist þegar ég var í svona veikindum og var að fylgjast með þessu, ég sagði, vá, er ég að fara að opna næsta þátt á að segja að Bitcoin sé í sko, ég vil undir 80.000 og svo í dag var mér létt yfir því að fá að segja að Bitcoin væri 67.000 af því við fórum undir 60 í nótt. En ok, Björn. Já, þú veist, ég sagði að það var allir sem ég talaði við ekki, það voru allir bara flestir töluvert hrættir, skiljanlega. Skemmtilegt, ég talaði við einn mann sem var ekki hrættur og þegar ég var að spurja hann átti svolítið í ekki bara Bitcoin og heldur í einhverju fleiru, sko. Og hann sagði mér sögu og kannski sem skýri kannski af hverju hann var ekki hrættur. Hann er búin að kaupa í mörg ár og hann gerði það þannig að ég held að nánast allt sem hann hefur keypt hefur bara verið fyrir flöskupeninga. Okay. Fyrir endurvinnsluna, fyrir og sé reikning sem er ekki notaður eitt annað, beintin og myntkaup að versla. Þetta er enda legendary. Og þetta er kannski eitthvað svona, þú veist, eins og hann sagði, þetta eru peningar sem ég gerði ekki ráð fyrir. Nei, þetta er eitthvað rosalegt. Já. Þetta er aðferð, ég mæli með þessu. Já. Ég meina, getur ekki alveg meðal heimili verið að fá, er ekki komið í svo hátt gjaldana, skilja, er ekki 20 krónur eða eitthvað? Ég held að ég bara mæli með því að hlustendur þáttarins stofni sér reikning fyrir þetta. Það væri þetta lígilega skemmtileg tilraun að bara fylgjast með þessu. Bara sjá hvað verður eftir nokkur ár. Einmitt. Án grín, sko. Já, þetta er magnað. Ok, erum við þá ekki bara nokkuð bratt? Jú, ég held að það er fullt af hlutum sem við hefðum sennilega talað sem ég held að við býðum bara með Seðlabankastjóri næsti og svo framvegis, við tökum það bara næst. Það var þess að ég hugsaði. Það væri að votakklaust eins mér að vera bara með eitthvað svona hefbundin fréttaþátt eða bókahorn og eitthvað svona. Vonandi verður pláss fyrir að tala um það í róliheitum næst. Já, ég held að. Þá þakka ég þér, Sömuleiðis, Björn, og bara gott að vera komin aftur. Velkomin. Já, takk fyrir það. Og ég þakka ykkur, kæru hlustundur, fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.